Hér erum við með alveg splunkunni hann Isuzu D-Max árið 2021. Hann 160 hestöfl, sjálfskiptur 163 hestöfl beinskiptur. Hann að toga ca. 360 Nm. Hann með dráttargetu upp á 3500 kg. Hann með vaðdýpt upp á 80 cm og hann með 24 cm undir lægsta punkt þessi bíl. 18 tómmu felgur, þetta dýrasta típan. Hann kemur í 3 útgáfum. Hann kemur í basic útgáfu sem frá 7.090.000 og hann kemur í Pro útgáfu og Lux útgáfu og Lux útgáfan á tæpar 8,7. Það þetta að kaupa alls konar auka hluti ef að menn vilja eins og padlokk eða padlhýsi sem hægt að fá í umboðinu á samt dráttakúlu eða dráttarbeisli. Nú dýptin á þessu hérna padli 1570 mm, breiddin hún að gera einhverja 1530 mm og bilið milli hjólaskálanna 1122 mm. Það gerir þennan fína pall. Þá eru sestundur stýri hérna og fer mjög vel mig hérna. Það vantar ekkert upp á það sé gott pláss hérna í þessum bíl. Bæði fótaplássið, sætin halda alveg ágætlega við. Þessi bíl alveg fullur af öryggi. Við erum að tala alveg hellinga loftbúðum, hann með loftbúða gardínur, hann með loftbúða hérna í stýrinu, farþegaloftbúða sem þetta slökkva á. Þeir leggja mikið upp úr örygginu hjá Isuzu. Nú, hann fekk 5 stjörnur í árekstarprófunum og hann með 5 ára ábyrgð líka. Og síðast en ekki síst að þá hann hérna með þessum 9 tómmu skjá hérna sem reyndar með svona tökkum að það aðeins að vanda sig að maður ætlar að stilla eitthvað hérna. Ég var pínu stund að koma mér inn í það, en síðan eru þessi takkar eins og hérna fyrir miðstuna mjög þægilegir. Maður ítir bara svona upp eða niður. Mér alveg saman þótt ég þurfi ekki að snúa þeim allavega, þá þetta ekki alveg snerti. Skjárinn bara alveg í fínu standi, ekkert óskýrið eða neitt slíkt. Jæja, þá tyllum við okkur hérna aftur í. Ég tek það fram að sætið alveg í þeirri stöðu hérna sem að ég notaði. Ég lappalangur. Það mjög gott pláss hérna. Það fínt að sitja hérna aftur í. Fæturnir ganga vel undir hérna framsætin og seta hann hérna aftur í nokkuð djúp. Að sjálfsögðu bakið svolítið beint en þetta náttúrulega pallbíll og við horfum hérna upp í toppinn á honum. Þetta flott svona svart hérna. Það hátalara hérna í miðjunni hérna svona. Já, þetta sniðugt. Og svo hérna USB hérna fyrir krakkana með iPadinn og það loftræsting hérna aftur í og þetta allt mjög vel frá þessu gengi hérna og sætin vönduð. Smekklegt og smart. Varðandi fjórhjóladrifið þá hátt og lágt drif á honum og þetta læsa mismunadrifinu aftan sem gerir bílinn mun öflugri þegar hann kominn í torfærur. Það mjög þægilegt að keyra hana bíl. Stýrið létt og lipurt þegar maður í borgarakstri. Hann liggur alveg ágætlega og það alveg sérstakur munur á því þegar maður setur hann í fjórhjóladrifi þá hann ennþá fastari fyrir og við fórum hérna að kafla upp við Hafravatn og létum hann aðeins finna fyrir því þar á svona hólatum vegi og það var mest að furða hvernig hann tók það. Það var bara mjög, mjög fínt. Þessi bíll hefur meira notagildi heldur en bara fyrir þá sem í hestamennsku eða vélsleðasporti eða einhverju slíku. Það sem að draga einhver þyngsli, kerrur eða eitthvað slíkt. Þá getur þetta líka nýst sem fjölskyldubíll og sunnudagsbíldurinn með börnin hérna aftur í með USB-hleðslutengjum og svoleiðis. Að þetta eins og maður segir, þetta svona vandaður svona fjölnota bíll.